Verið velkomin í hjamma.net á þessum geggja laugardegi 11:00 eldhestanir 4 mættir. Þið vitið strákar að það ár eldhestsins í Kína. Ég var búin að sjá það. Vissu þetta? Það var ár snáksins 2025 Já. og það endaði eins og endaði en nú finnum maður að ár eldhestsins Hvernig endaði það? Já, það endaði illa, við vitum það og ár snáksins sem betur fyrir búið þannig að nú fer maður bara all in í Hvað var svona slæmt? Já, ég skil ég bara, það skiptir ekki mál Endaði bara illa Enda bara illa. Ár geta enda illa. Aflaðani Liðin á mér naflinn mættur að sjálfsögðu. Endaði ekki illa í honum árið Nei, þetta var hans best ár. Það var ár snáksins. En það hálfgerður snákur. Það er ekki svona tala veislunni á naflanum á gammalskvöld sko, þannig að það endaði vel Svakalegt Meiri sé áramótasköpun og einn stærsta stjarnan þar Þeir báður reyndar Takk fyrir það. Og nú gaman þeirra mækvæðar símtali og komið áramótasköpun Við verðum ekki félagar næst Nei, ég verð kannski eftir svona 10 ár Bolli, velkomin. Takk, það er strax hérna Jón Skarp, það sem konans bolla verður fyrir vestan þennan konudaginn ætla að bolla það hendi Dr. Oetker pítsu upp og horfa klám í gamli Windows ég reynda bara flettið upp hér og panta mína pítsu sko Ertu að varpa þessu á sjónvarpið þegar þú ert í þessu, einnig maður? Nei, ég er bara með þetta Jesus. Þetta unga fólk. Ég skildi það meðal annars eftir í 2025 á snáksins, klámið, það er ekkert meira ég er ekkert í því Það er rosa skrítið að vera móts á því Já. Takk fyrir þetta. Baðstu Jón Skarpum að læna sér svo þú getið sagt þessu sögu Já, þetta er félagar. Já, þetta er svo láta vita að Bolli sé hættur í kláminu Mækari, velkomin. Þú ert ferskur. Já, þokkalega Vel út sofin. Nei, svona, lala Ok. En ég er ekki búin að vera þetta einhverja 3 vikur Geðveikt að sjá þig. Gaman að sjá okkur aftur Já, ég var í meistaraldildinni Það var geðvögt. og naflanum þetta var ekki búið að þangað þannig að ég hef ekki verið með naflanum núna í 3 vikur Naflin var hérna Það var bara að vinna á leikskóla Það þarf að gera það líka Þeir sem eru með vinna Naflinn er einn af þeim Það er white on white þegar maður hjá Bolla. Það er ekkert mál að ringi Bolla Það er alltaf klart Það er meira sér útsetningu. Já, það bara tekið upp bara eitt af eitthvað rekk og Við svo skulum bara hafa farið alveg að reynu að það er Svo er Ívar Guðmund sveittur á bylgjunni alla daginn og Ég er fara alla kaffi sko hardest working man in fjölmiðla núna Ég er 7 tíma á dag í beinni útsetningu Það voru með Rikkalur reyndar. Já, brennslan, það var bara að vakna Hvað, ertu bara að sparka plöturnum? Nei, hann er bara í orlofi, hann var reynd að skrakka Já Ég hugsa það mitt Er það ekki svolítið vík? Sjóbeist ykkur ekki fæðingur Strákar, förum í hjamman. Hann er stór í dag. Hann er 12 í stuðul. 11 fór yfir í bústað upp í 12. Aston Villa Leeds, Aston Villa sigur. Hvað með það? Var ég ekki með það? Mér finnst þetta nú góður stuðul. Ég held ég að fengi 1,86 1,96 Það er ótrúlegt. Mann sitt í Newcastle bæðileg skora. Já, með það Þú heldur það? Það er ekki- Lekin einu marki sitt í. Já, það Ekki samkvæmt Sörens, fyrir betur við það á Já, eftir fyrir betur drauminn að Sörens á eftir. Drauminn Sörens. Þegar hann var á 12-13 tíma í drauminum Pæli í þessu. Ég veit ekki það Þetta var sett áður en Sörens sagði okkur frá drauminu sínum Já. Það verður að taka það inn í myndina Hjamman á batchin í mynda sjálfsög. Og svo hérna Tottenham Arsenal 1x. Ég var ekki með þetta. Ég er með þetta Já, bollið með þetta. Já, þetta var mér gott. Ég var svona Dreymið til að eða seðilinn Nei, ég held að Tottenham Tottenham á ekki deitt breyki Arsenal Herðu, þeir eru bara að mæta grjótarinn að leik og þeir tapir Okkur eru 2 rostungar í mynd á hjammanum. Herðu Hvar er ég? Ekki farið að festast Nei, það var grín hérna í síðasta Það er skoðum aðeins hjamman að bröðst. Bournemouth yfir 2,5 mark. Hvað er ég með það? Já, Vestan Bournemouth yfir 2,5 mark. 2-1, 1-2 Já, það held ég sjálfur. Þetta verið markalegur. Þetta verið súpa. Þetta getur alveg dottið en þetta er ekki besti hjá mun okkar en Nei. 12 stuðul við náttúrulega kannski ekki með líka allra gáðu stjarni í setti alltaf en Newcastle getur alveg skorað á móti City ég er sammála naflanum þar Já, Við minnum að sjálfsögðu í kvöld Strákaðu, við minnum að sjálfsögðu að spjallið að halda því gangandi. Við erum að gefa evrur. Heldur betur Það var eins og spurði hvað ég var á öskudaginn Ég var risaðela, slóði gegn Já, það er svoleiðis Föttin alveg villu síðan Já, bara trillt í þetta Epic bet risaðelan Ert þú ekki svona búninga fettiskall, Bolli? Jú
svona Já. í svefnherberginu? Jú, mér er gaman maður er náttúrulega búin að vera í meira en áratugi í sambandi Já, jú. Það var gaman að mæta bara stundum ég hef mætt heim sem mækarinn, hún hlusta mikið af veiktinni þannig að það er bara það er hellingur í þessu Það hlýtur ná að slega ekki Það sló ekki. En hvernig í fjandanu reddaður því? Ég er bara út að ég er náttúrulega búin með mækreislu Svo fór ég bara í joggibuxur og setta mig gullúr og mætti Og trefillin, varstu ekki með trefillin Ég líka? með trefil Þú þarft að laga augun, nefið, eyrun Já, Þú þarft að lita þér hárið En ég fór bara helviti mikið það að gera En ég fór bara svona inn í orkuna Já, hún hefur Þannig verið Óla strákar er komin hérna yfirmaður okkar er komin hérna og hann er að fylgjast með öllu og sjálfsögðu allt sé ekki í orden Herðu strákar Þetta er hjá minn, 12 Já, stöður förum í baratunum brauðið Förum östu til baratunum brauðið og það er rosa Ég hef ekki búin að tapa ykkur þar Ég var svo geðveitt síðan sko Allir að vinna nema ég Já, ég fór aftur back to basic Ég klikkaði líka En sjáu hvað er að gerast núna I'm gaining a bonja Don't let me one ya Það er bara Það svoleiðis er eitt sem ég sé Bornum á það móti Everton, já, þetta var Herðu já, svo útskýrum östu Já, Við verum vel í podcasti líka strákar Það sé hreinu Þá er þess að baratunum brauðið núna Við erum að fara yfir það hver í staðan í því og ég var 29,7 eurur upp ég var með Bormá Sigur Naflin tapaði á jafntefli Manchester United og West Ham Bolli var Aston Villa 90,6 upp Mike var með jafntefli -10 á Tottenham Newcastle það fór eins og það fór Býta okkur fór það ekki í jafntefli nákvæmlega City Sörens var með City 13,7 Sörens er klókur Já, hann kom að sitja á móti Fulham Bullis þeir voru með Arsenal Þetta var gott Þetta var svolítið gott á þá Það var komið tíma þetta Minkaði en skorgerinn í búlistrákun Staðan í baratunum brauðið, kíkjum á það hjá mig 44,2 naflin 109,9 upp það sem aðeins sísónu Vantar ekki- það er alltaf á einn leik Það vantar að setja inn nýju tölunur um mér, eða ekki? Eftir Nei, það nei. sigur Nei, þetta er alltaf Bolli 68,6 Bullis 121,4 Er þeir efstir? Sör 117,1 og Mækarinn enn í rauðu mínus Hvernig 25,3 getur það verið? Já, þú ert að klikka rauða tölur í hverju viku Ég er bara unnið tvisvar Já, Ég nenni heldur ekki þar að ég væri örugglega í 200 ef ég væri alltaf á þessum 1,16 stundum Já, sko. já, ég væri þess að frængur ef og hefði en, Já, já. en þetta er ekki búið Þetta er svo sannarlega ekki búið. Þetta er þriggja hesta kaplöp millir mín Sörens og Nei Það verður Það að stutt sem ég var bara topp þetta er mjög fljótt að breytast En Nei, takk nei, eftir hvað ég þetta tók núna stráka, ég tók Middlesbrough og ég var klókur Evertón, þið tóku jafntefli Evertón Manchester United naflin Býttu, ha? Veitu hvað? Ég held að þetta er eitthvað mistök Nei Ég tók Ég var einmitt að spá í Evertón þetta Manchester United jafntefli Nei, Varstu með 2 í þér þegar þú settir En samt þetta þú inn? Nei. fer bara vel á toppin þegar þessi fer í jafntefli sko. Ég myndi bara halda þessu Já. ég var alltaf að setja Manchester United En þetta er alltaf 2 leikur Við getum Bíddu, lagað það er aðeins að Við skoða förum með þetta, við lögum þetta þá eftir Guld spjald að búlis þá Þeir eru að reyna að Bolli svindla eins til og að halda alltaf þessu Bolli, ég held að þú sést alltaf Aston Villa eða Liverpool eða City Ég var náttúrulega með Aston Villa í í hinnu Þú veist, þetta er frábær stuðl og heima allar móti lít sko. Ég gerir bara það sem ég gerir síðustu viku. Það virkaði, ég held áfram. Mækarinn, þú ert með jættibli á söndan Já, ég er eiginlega pottið Man United win, motherfuckers. Já, þeir voru eitthvað Sörum er Real Madrid. Það er boring sör. Ég er þetta vissi ekki að vera þetta að fara þessa leiðir sko. Ég kem mjög óvart næsta lögadag, býðið bara. Já, City. Ég er með risa leiki í færisku deildinni næsta lögadag sko. Það er bara þannig. Ég vissi ekki að þetta mætti sko. Hann er reiður Mækarinn. Já, hann er bara komin eitthvað út í heimið. Hann er búin að vera með Dortmund og alls konar. Ég hef ekki séð, nei, það er ekki rétt. Sammála Mike. Hann er ekki verið með Dortmund þarna. Jú, hann er með þetta. Já, ég sé það. Sko, var naflin í besta heiminum í gerð? Nei, varstu þar? Nei, ég var bláeitur og gerð. Mér finnst naflin byrja að hlusta eins og Mike. Það er miklu ferskari. Já, ég er hlusta á Mike. Ég fór á leik Breiðabliks og Hattar í fyrstu deild körfunni, topparata. Já, býtu. Já, þetta er uppfært. Já, fór á toppslag í fyrstu deildinni í körfunni með þjálfara Tindastóls. Ég er náttúrulega meiri Hattarmaður í þessum slag. Það ekki? Já, Viðar er minn maður. Þeir unnu það ekki? Þeir unnu og eru gott sem komnir í efstild höttur og sko með öllum að ílstöðum innlega til hammingju. Viljum ekki hafa hött þetta? Jú, það eina sem er 100% í lífin það er fara aftur niður næstu 2 árum sko. Þetta er eitthvað mest að djóksjón og Viðar er bara að þjálfa þarna 20 ár. Viðar er líka félagi minn sko. En er hann ekkert að spója að fara að þjálfa eitthvað annað? Hann er náttúrulega með bara... Þetta er alltaf ekkert eðlilega easy job. Hvernig virkar þetta? Hvernig er þetta að fara bara upp og niður? Hann er bara í 15 ára að fara upp og niður. Hann er náttúrulega líka með mentaskólan hérna á Og hvað með það?
Það fleiri menntaskólar í Íslandi, sko. Já. Skellur ekki tók Kómo fyrir 3,7 gegn Juve útivelli, það góð þreföldur sem þeir haft á Oddsson. Hvað? Kómo vinni Juventus? Já, útivelli, þetta gerst. Já, ég get alveg. Steinláu þarna í Galatasaray. Já, ekki. Steinláu. Hafþór Oddsson á vökun. Ég neldi allt í Champions League í þættunum á þriðjudaginn. Já. Það var rosald, en það ég svolítið þar, sko. Það þetta komið í stærri leikinu. Höldum áfram og förum í fyrsta leik Aston Villa Leeds. Það Aston Villa Leeds byrjað á þér, Mækari, hvernig líst þér á þetta? 1.87 Aston Villa, 4.40 Já, ég veit náttúrulega báður búin að setja á þetta, ég og Bolli Aston Villa vinni þetta, þannig ég sé hvoru pikkinu. Akkur hefur verið að gefa 1.87 Aston Villa? Því að Aston Villa eru bara búin að leikinni sem eru búin að tapa eru skrýtnir og það okkur þessi leikir og þótt Aston Villa sé ennþá einhvern veginn hangandi í þriðja sætinu þá hafa ekkert getað 1,5 mánuð sko. Já, bara eftir áramót hafa ekkert getað og þannig að þeir vinna uppbótartíma í síðustu helgi. Þú grættir á því á 2007. Það var rosalega. Það er trúlega bara fyrir Bolla þeir fengu einhvern veginn svona þeir fengu til restina, auka kraftinu og hugsuðu helvítis baráttunum brauðarni á Bollan verðum að setja vinnerinn. Svona getur þetta gerst. Svona kosmos. Ég held þetta verði bara ennir þannig leikun. Ég ekki 100% aðstofið að vinna þetta en ég sammála mér þessi stuð frábær. Þú getur ekki sleppt honum. Það er ekki hægt að sleppa honum. Þetta frábær stuð. Þeir eru sammála báðir þarna, þetta bara Aston Villa sigur. Já, ég held að vera samt hæft. Unai Emery, hann búin að vera með númerið hjá þessum nýlum, búin að vinna, hefur ekki tapað í 18 skiptum núna í röð gegn nýlunum. Og hann ekki að fara að taka upp á því í dag. 18 skipti í röð gegn nýlum? Já. Hvernig fer hann að því? Já, þetta bara... Hvernig við nafninaði að vera með svo tölvfröð? Nafnin er bara búin að... Hann vinnur heimaður. Maður var ekki... Það var líka búið að vera vetrarfrí hjá kallunum. Það er búið að vera aðeins rólegra hjá kallunum. Það var vetrarfrí 5 förs. Já. Það er búið að vera... Ég spáði 3-1 sigri. Já, ég hallist líka því. Bara 2-0 Aston Villa. Þetta verði erfitt. Mér finnst þetta allan að góðastu. Þetta er alveg... Er þetta grassagildran? Hún gæti verið það, en þetta er samt leikur til að fara stakt á. Hún leynist annars þar. Brentford Brighton strákan fyrir mig hann, Brentford Brighton 2,07 Brentford, þeir eru líklega til að vinna. Brighton 3,53 og jafntefli 3,78. Sko, er þetta ekki mesta jafntefli slikt sem það getur verið fundið? Brentford eru miklu betur en Brighton í dag. Í dag, já. En er þetta ekki svona ekta jafntefli? En er þetta ekki rosalega hástuð á Brentford? Nei, þetta er Brentford sko. Það er eitt í þessu, við höfum verið gagnrýndir fyrir þetta. Við trúum aldrei Brentford. Við trúum aldrei Ég er sammála því. Þú kannski gagnrýndur fyrir þetta. Ég er ekki gagnrýndur fyrir það. En eru þeir ekki bara Það er þetta gagnrýna mig fyrir fullt en ekki trúmin á Brentford sko. Þeir eru í 7. seti. Já, þeir eru bara stíi 2-3 stigum frá United, Chelsea og Liverpool sko, eða 4 stigum eða eitthvað. Þetta er ekki neitt og þeir eru bara vel nálægt meistaradeild. Þeir vinna hana leik til klukkan 3. Þetta er í London. Það sem er skrítið með Brighton er að Mitoma eða hvað sem við viljum kalla hann, Welbeck og þessi gæjar, þeir hafa bara ekki verið í byrjunlun. Nei, okkur er hann ekki með Welbeck inn. Ég skil, alltaf hann er inn á skoran, hann hlýtur að vera eitthvað tæpur. Já, markaðist í leikmaður liðsins. Já, bara alltaf, skora alltaf þegar hann spilar. Já. Og þannig að ég svona, ef þeir eru klárir í dag og byrja, þá verður þetta erfitt fyrir Brentford, en ef þeir eru ekki þá vinnur Brentford. Síðasti leikur sem Brighton vann, það var 1-2 á móti Manchester United í bikarnum í 11. janúar. Já, þeir eru nefnilega maður hefur einhvern veginn alltaf trúa. Það var helvítis Fletcher leikurinn. Já. Við sturtum byggatum í klósetti þar. Þeir eru bráður í byggatum. Já, en þeir sko bara Brighton mæti með eitthvað skýta leið á móti Liverpool í byggarnum, Liverpool ekki verið góður, þú veist, þeir skítapa fyrir þeim, gátt ekki neitt. Nýbúin að vinna Manchester United, það var ennþá meira svekkilsi fyrir mig og naflan að sjá þá henda byggarnir frá sér, kannski er ekki bara hendið á móti okkur, þá hefur fengið Liverpool í síðustu helgi sennilega sko. Og þannig að ég er svona ég er með jafnteflisleikt af þessu, hvað segir þið? Bolli? Ég held að Brentford vinna þetta, það er 3-1. Hvað fáum við strákar á að Ég er sammála Bolli, ég held bara að Brentford vinnina leik. Hvað getum við fengið á að Thiago skori? Hann er bara búin að skora 1 mark í síðustu 5 leikjum. Hann er bara ískaldur. Já, hann er búin að vera kaldur og Kongurinn. Með að við hvernig formið á honum var, þá er hann búin að vera þó hann skoraði þetta í þar síðustu umferð og þá hann er búin að vera alltaf kaldur kallinn og það er Thiago. Já, Epic Sub 1,7 1,5 anytime. Já, ég er þetta meiri Epic Sub maður. Þetta er ekki góðu stuð, það veist mér ekki. Já,
Og líka naflinn þekkir ekkert hvernig það er að framherji sko. Þú veist, þegar þú dettur í kulnuluna sko, þá er þetta bara eins og helmingur nýstingum í dag, þá bara mæta þær ekkert næstu 2 ár bara kulnulun í starfi og við þekkjum það ekki sko. Hvað er Welbeck í Epic Sub? Það sem að ef hann er tekin út af það verður sá sem kemur inn á skori. Dr. Fútból kemur hérna með Dr. Fútból myndið að drepa ykkur að tala tendur hérna í Ísland. Það væri nú Já, þið er á því að Danny Welbeck geti sett hann. Ég ætla samt að segja ef menn vilja setja þetta í seðil, setja both team to score. Ég held að Brighton skora 1 mark í þessu leik. Já, ég er þetta sammála því. Það fer 3-1 til. En svona sem einhver stakur leikur eða eitthvað, þá myndi ég bara, það er einhverjir 17.000 aðrir í boði, sleppa þessum. Ég er með 12.30 seðil fyrir ykkur hann úti sem er að biðja um hann í stjattinu. Já, nei takk. Ég er með 12.30 seðil fyrir ykkur sem er að biðja um hann. Það er enginn að biðja. Já, einhver einn. Já, hann á of mikið að peningur ságæði. Förum í Chelsea Burnley. Herðu, 12,9 á Burnley. Ætla maður sétt ekki að sá það. Maður sér þetta ekki oft. Chelsea Leeds að daginn munið 2-2 voru 2 lifir, gátt ekki neitt Leeds nú varst þér búin að tapa. Nei, sama samt. Chelsea er náttúrulega búið að tapa sko mútið eins og Mike segir mútið Leeds sem er líka búin að tapa mútið Sunderland. Já, þetta er jafntefli mútið Leeds. Já, og ef þið tapa mútið Burnley þá er þetta fyrsta skipti í sögu félagsins þið tapa mútið öllu nýliðunum í Premier League. Herðu, þarna ertu með eitthvað. En þetta er samt að segja sko, það eru 12,9 líkur. Ég meina, það er bara alveg veru skellir fyrir Chelsea að vinna ekki þennan leik. Þeir horfa bara þetta, þú veist, þeir eru bara brjálari baráttum Champions League sæti og þeir eru ekki í Evrópu það, Chelsea. Þeir eru ekki í sambands. Nei, þeir eru í Evrópu, þeir eru í Champions League. Champions? Nei, það er Tottenham þar, já. Þau eru ekkert í Evrópu, nei. Ég er bara að gleyma þessari þvælu. Tottenham er það sjálfsög. Þannig að Chelsea bara, þeir eru bara svipuðust á Manchester United skiluru, þú veist, þeir hafa bara þessa leiki í deildinni. Burnley vann Crystal Palace 3-2 á síðustu umferðinni hérna. Já, 2-0 undir. Þið gjöfum ekki lítið um það. Þetta er nú bara Crystal Palace. Chelsea, kom inni, Chelsea var spila mútið Napoli. Hvað er það að bulla? Chelsea er í meistaradeildinni. Já, meistaradeildinni, já. Hvað Sjötta sæti í meistaradeildinni. Já, akkurat. Þannig að ég bara tek þetta tilbaka, getið þið klift þetta út eða? Nei, það sé alltaf að segja. Ég er bara orðin svo rugglegar á þessu, það er svo mörg ennsklið þarna. Að Chelsea bara þótti sig í meistaradeildinni, þá bara verða þær að vinna þennan leik og þeir bara vinna hann og þeir vinna hann með 2-3 mörgum. Þetta er easy. Sko, það sé ég að segja við ykkur strákar. Burnley tapar verið 4-deildalið í byggarnum í síðustu og heimavelli. Kemur fyrir á besti bæjum. Strákar, það sé ég alltaf að segja við ykkur. Það er hérna Burnley-lið. Þeir unnu þarna 3-2. Í fyrri hálfleik var staðan 3-2 út í velli. Já, en það var líka 2-0 á 40. mínútur í Crystal Palace. Ég er að segja það. Þetta var bara búið að exa. Ég veit að ég var bara að horfa og eitthvað allt annað og var bara alltaf að fara á livescore eða eitthvað og svo bara 2-0 og svo bara því að einhverja seðil í gangi. Var þetta ekki ennum virkundegi? Var þetta ekki virkundegi? Var þetta ekki umferðin sem var virkundegi? Nei, þetta var laugardegi. Er það? Já, þetta var laugardegi. Crystal Palace Burnley. Nei, við þurfum að fá þetta hreint. Á að taka hann allt kredit á manni hérna. Hvenær var Crystal Palace Burnley? Hann var á laugardegi. Má sjá, ég er að finna þetta hérna. Þetta var á... Ég segi virkundegi. Já, þetta er rétt. Er það ekki? Jú. Ég var í Dockson, það var það sem ég var að ruggla. Það var Dockson á virkundegi. Það var ekki umferðin. Þetta var umferðin á milli. Og ég svo bara kíkja, ferði á 2-0, svo bara 7 mínútur seinna kíkja aftur hvernig gangi í leikunum, svo bara wow. Ég bara, hringdi í Nóa, síminn eitthvað bilaður, þetta getur ekki nýjan síma. 2-3 fyrir... Hvaða uppistand erum við að lendi í hérna? 2-3 fyrir hérna Burnley allt í nokkur 7 mínútum. Hérna kemur góða punktur. En þeir tapaði þessu. Hafþór Oddsson, leikmann Chelsea voru að fá frí í fyrsta skipti 3 og þeir koma ferskir inn 7-0 Chelsea endar þetta. Já, þú veist að verða að tala með... Nei, við erum að gefa 100 €, hægri vinstri, við erum rólega á því. Við erum ekki byrjað að ráði bara. Við ætlum að draga það inn í þáttinu núna. Lega mönnum að veiða mönnum í tjatti. Við erum að sjá tjatti, að sjá hvernig að tjatta. Góð líka pikk. Það eru nokkri hérna, Hafþór, Jón Skarp og nokkri fleiri þarna sem að Helgi Tórs og fleiri sem hafa verið helviti grimmir í tjattinu. Við erum að fá bara alla. Maggi Tóka mættur. Gekki saga Mike, segir Maggi Tóka. Þetta er bara easy win, við erum alveg saman á það. -2,5 með eitthvað líka. Já, en alltaf þegar við segjum easy winni í þessum þætti, þá bara ekki fyrir eitthvað jafntefli sko. Getum við séð -3,5 á Chelsea? Já, nei, sleppið því. Höfum við tímið þetta? Tíkum aðeins aðeins stutt. Ég hef tímið. Ætlaði að bjóða nokkuð upp á það? Þú veist, ætlaði þessi ekki að fyrsta sem við bjóða upp á, sérðu? Já. 4,25. Já, eðlilega, þetta er líka -3,5. Chelsea er bara
þú veist, málega Chelsea Hvenær fyrir Mike í bæjabíó og tróð Það bara næstu jól það ekki Sóli átt, mækinn Sóli átt mækinn við getum herðu, hann það kannski ekki að vera með 3 sýningar á kvöldi ég get kannski komið á milli aðeins að hvíla Það er ekki alltaf að vera gamla góða græðkin nei, gamla góða helvins græðki ég myndi bara vera með eina sýningu á kvöldi en það er eitt samstrákar að Chelsea, fótbolti sem þeir spila gefum ofta ekkert svo mikið að mörgum það er rosalega þeir eru flottir en svona inn í teikunum það er alltaf palmer, svo er alltaf aukasnertingarnar og þetta og þeir eru oft í smá veseni með svona lið sem fara alveg niður en Chelsea er samtalið sem hefur skorað á móti flestum liðum í þessari deildakefni það bara tvisvar tekið í einna leika sem þeir hafa ekki skorað 2-0 þeir eru með endalust að leikmálum þeir sáðu bara Leeds-leikin, Leo Leeds kemst inn í leikin þú veist, þá þegar að liðin fara svona rosalega neðarlega á móti sem Burnley mun gera þá eru þeir oft í veseni þeir eru svo mikið að hanga boltan Ég ætla að taka eitt í þessum Magari Þeir eru búin að skora 47 mörk í 26 leikjum Chelsea og þeir voru í ruglinu Þetta er ekki 2 mörk í leik Nei, þú veist, þeir eru satt í topp 4 bara yfir mest skorið Hefur þið séð launatekkana? Já, þeir eru satt í topp 4 með mest skorið Já, hefur þið séð launatekkana? Hvað sem þið finnstu það? Það er allir með góða launatekka Það er alveg launað til að gera 2 mörk í leik, sko Ég er ekki eins og Fernandes alltaf að fara að setja inn í þessu leik fyrir út að tek, þeir líka aftalega Þeir eru bara mendarsta leikmennum og ég er saman og veist, ef þetta er eðlilegt þá er þetta bara 3-4-0 Herðu, ég verð að gefa Tomsik 1-3-4 maðurinn hans Hjamma Flemming Geir er alltaf að fara að setja það er minn maður það er Sían Flemming held ég hann heiti þú býður ennþá eftir að hitta hann kemur í Dogsson hann verður í Dogsson núna þú ætlar að grípa hann í dag ég grípa hann en fyrstur við erum alltaf að taka hann markaskora hann verður fyrstur ég skal alveg leifa þetta er ekkit leikur sem við þurfum að staldra lengur við erum búin að staldra við 10 mínútur má ég tippa á hann má ég koma með sjálfsögðu takk fyrir allir röddi sem þetta ég spái 2-1 Chelsea 2-1 Chelsea Örley mun skori í svona leik hver? Burnley Burnley, menn sé Örley Örlur Ég leik maðurinn en já það er svona mín sent í þetta þess að bæði lið mun skora en Chelsea mun vinna leikin Hörðu, hvað er í gangi? Þórarinn Stefánsson gaman að allir í stúdíu og líti út eins og Lego-kuppur nummer 28-125 þessi far ekki að má hann far ekki að má en hann getur fikið nefa samlóku Þórarinn Stefánsson hann er að koma nýr inn greinlega bollin er að fara að fá hann er með þennan gamla góða humor sjáu þið þennan förum í nafnland, blandi póka, bæðileg skora já, Aston Villa Leeds bæðileg skora já, Brentford Brighton og já, bæðileg skora Chelsea Burnley Simpul Er þetta 3 leikir eða? Já, þetta er allt 3 leikir Þetta eru 3 leikir klukkan 3 og það verður engin Þetta er faglegt og þú veist, þessi taktík hjá mér hefur verið að klikka þegar að hafa verið margir leikir það hefur verið 5 leikir klukkan 3 Ég veit til Harry Stuðlát Núna er bara 3 leikir Þetta er enski bolti bæði leikir að skora öllu svo leik Það er bara 6 í stöðul Týnir það ekkert upp á götunni Nei, ég áttum á því Mér finnst ólíklegast að liða að skora einhvern veginn að vera Leeds Frekar en Burnley Já, ég er alveg samanlega Burnley geta alveg skorað eitt mark sko. Þessi vörn hjá Chelsea er bara ekki góð sko. Nei. Ég elti þetta Þetta var áhugavert segir Bollin West Ham Bournemouth það er leikur, já þetta gæti ég segi þetta verið markaleikur umferðarinnar Já, ég er með smá Þetta markaleikurinn Já, þetta verið læti Sko ég er með smá frá Ef þú varum hár væri kannski svolítið líka Valdimar Já Það eru Tommy Steindós sendur mér smá hérna Tommy Steindós Hann vil meina að bæðilið muni skora hann hefur ekki trú á sinni vörn leikmaður skori venjuleg leiktíma Bowen setur hann og West Ham kemst yfir þú skor först og þetta er eitthvað 25 í stuð þannig að bæðilið skor allavega Þetta er bildir frá Steindós Já, bildir frá Steindós Herðu, ég held að Vesta minn svo kemur komment hérna Tommy Steindós í guðatölu hjá bollanum eftir að ríða næxt auðvitað yfirmann sér að koma með eitthvað þú segir svo frá þessi algjörlega Tommy ég kemur svo nei, ég bara að koma með sérstaklega líka og hann er aldrei í stúdíun og við erum þess heldur að sleikja hann upp hann hafa leiðilt á rauðarspjaldi á samkemursalinu líka strax þegar hann mætti ekki vinna
bjóða sko. nú núna heim til sín og Já, þeir eru að fara heim Já, maður er alltaf bara átt að segja því núna K100 er náttúrulega bara ekki nefnt þess að menn mæti ekki vinnuna þegar þeir eru á launum þú veist, þannig að svo er spurning En þú fórst nú í gott viðtal og fórst yfir svona brottaresturinn og kulnuna Þetta var svona uppgjör Þetta var uppgjör Uppgjörið á Alltaf er Mækari búin að finna þessa greina Hann er bara inn á lífi og fólki Nei, ég bara fer á Vísi MBL þá bara, þú veist, fyrstu 20 réttir að hvort Donald Trump eða Bolli sko. Það er bara þannig Ég ætla að ræða nýja hlaðvarpið mitt Guðsan Þú ert að svara þessi spurningu Já, þetta er bara, það er mjög gott að fá Svo er bara spurt hvað ég segja No comment Já, bara bösta sig að gæst fyrir maður að reikin Vælandi hérna þegar að hjemmi var ít á því og nýbúið að láta þið fara sko Ég var ekkert Svo nú er þetta besta sig að gæst í lífinu Er það ekki bara? Svo kemur, svo kemur viðtalið Ég var bara að tala sko þetta nýja hlaðvarpið mitt Nú, akkur að stóða að svara þessi spurningum Svo að fyrirsöndi var náttúrulega bara snerist þetta Ég lost aldrei við Það er allt í gangi á spjallinu getur Hjálmar ríakt að viðbröð hans við jöfnunarmarki Úlfana gegn Arsenal það var svakalegt ég var að segja samt alveg sér þá var ég bara hissa ég trúði þess ekki þetta var líka svo mikið trúðamark en þarna fattaði maður bara að þeir hafa ekkert pungin í þetta og þetta er bara með því fallir að séð svipurinn helviti sart þetta er ekkert bú Mækar, þú veist hver Birnir er tónlistamæður en það ekki það er verið að spyrja það Mækar ekkert Kammi, yfirmaður þinn eða er einfallega að ljósa við erum með 50-50 bara en West Ham Bournemouth þetta er svona Er þetta ekki 2-2? Þetta er bara rosalega, þetta er bara algjör 50-50 leikur Enda sér það á stöðlunum og bæði liðin að vera að standa sig vel undanfæð og Bournemouth er típisku leikur sem Bournemouth vinnur bara 1-2 Ég held að Bournemouth sé að fara stelur Mike hérna en ég segi þá 1-3 Bournemouth Ég ætla að segja, sko, ég veit að Tom er að horfa sko, West Ham vinnur hún að leik Ef Tom er að horfa En ef hann er ekki að horfa Ef Tom er ekki að horfa þá fyrir þessi leikur í aðtöfli Já, West Ham bæði munn inn í Champions League West Ham slá alltaf bæði munn hérna, sko Tom er ekki að horfa Strákar, Þetta er X, ég set X á það Þetta er bara algjör 50-50 Það er ein rosalega spurning hérna Hallgrímsson 6-9-2-2 Hvaða leikmann og bestdeildin myndi naflinn halda að væri frábær leikskólakennari? Þessi er spurning sko Hann hérna í Blikunum Höskuldur Gunnlaugs poppar Höskuldur, ljúfur, þægilegur, kátur Já, og örgulega með gott jafnægið Þú ert alltaf að vera með mjög gott jafnægið í þessu Anton Ari Nei Hann ennir ekkert að leika Anton Ari, hann er ofrólur Hann ennir ekkert að leika Ég er sammála með Höskuld Hann er farin heim og það er ennþá 3 krakkar bara eftir Er það alltaf að gerast núna að leikskólan? Ég er alltaf að býja þetta að komi Andri má ekki svo skildi eftir Alltaf einhverjum leikskóla Nei, ég fæ það Kennar bara farnir og karkarnir bara inn Já, nákvæmlega Ég fæ þá frétt sem aldrei Naflin er alveg upp á 10 Þetta er alltaf En hver heldur? Já, ég var með Höskuld Já, ég er sammála því fyrsta svona Þetta sé svona réttasta svarið í þessu Já, við erum að gefa eurur, búin að gefa 100 eurur Við ætlum að henda 100 eurum eftir smá stund Þeir eru búnir, hver er kannski 100 eurur? Ég gaf 100 eurur á það Já Og það stakkur Já, ok Herðu, West Ham Bournemouth bara Já, ekki bara segja markaleik Ég er ánægður að sjá Arnar Ég er ánægður þegar menn er að fylgjast með Instagramni hjá mér Þeir eru að tala um Pringulsi hérna og svo er hérna hvernig gengur hjóli heima stofu hjá hjá ég kom í hjól núna Já, við vissum það og Arnar 100 eurur á þig takk fyrir að fylgjast með Þetta var svo skemmt þetta menn er að fylgjast með Ég þekki nokkra menn í þínu þingdalokki sem að fengið svona hjóli í stofuna sko. Þau skulum sjá breytingu Já, hjólið er bara líka það þarf að fara á hjólið og enginn af þeim hefur gert það Ég get að sagt þér eitt, ef ég væri ekki í Dockzone núna eftir þá verður að fara heim á hjóla þá væri ég bara á hjólinu yfir leikjunum það verður bara á hjólinu En þú ert ekki í Dockzone á morgun Nei, það er leikjur á morgun líka Nei, heyrðu, það er tóttan á Arsenal þá er hann að fara á barinn að fá sér tók Sér hérna, væri Boll líki frábær leikskólakennari væri sparki frá Thomas Stendos Jú, það er reyndast að það er ekki að taka upp leik með börnunum og fara síðan að gera eitthvað annað Ég væri drullu góð leikskólakennari fyrir utan heldur sparnakindina en þú veist, annars væri ég góður í þessu Hvað er fyrir utan barna? Það heldur bara áfram Maður er bara að setna hérna En ég er sammálaðan aflanum saman með það það er ekki að taka upp leikjala með börnunum fara svo og segja svo leikið ykkur bara hérna það er búið að taka þetta upp Það er þetta góð Það getur
er ekki notað að sama Svo kem ég aftur 10 mínútur í 4 Já. og þá koma fóröldir að segja ykkur já. og þá er hann rosa kátur ég veit, búinn að fara í ykkur Já, ég held það Herðu, ég hef bara að gleyma þetta fyrir hlaðarsformi Já. Við gætum þurft að klippa þetta út Já, Það var mikið. Stokkar, hlustið nú Herðu. Fókus, blandi póka frá Blandi póka Mike Þú sagði mér að taka lögvættasleiki Nei, ég var hrifin af þessum Já, þú sagði mér að taka lögvættasleiki Ég kíkt á þennan í gerkvöldi Brentford Brighton. og ég fekk þessa tilfinningu Já, both team to score Já. Brentford Brighton Við vorum að tala hann áðan Já. Ég held bara City, þú veist, það er ekkit annað Ég meina, Arsenal er að droppa stigum átti Brentford úlunum Þeir Já. get ekki gert annað Ég Já. var á vellinum dagi, þeir vinna Liverpool útivelli Já. Þeir verða bara að vinna þennan leik Já. En þetta verður ekkit öll Já. Við förum betur yfir þennan leik og eftir Og Sörens drauminn Já, sem er reyndar einhver furðulegasti draumur sem ég hef heilt En það er annað Á 12 Og klukkutíma ég segi bara líka Vestan Bormóð, both team to score, eins og þið Já, mér finnst það bara frábær Chelsea mínus 1,5 Ég myndi fara í 2,5 hugsaði. Mér finnst það frábær já. Já. 5,96, ég ætla að taka hann Bara típi samt eins og naflinn segir sko, ég er svolítið naflamaður í dag þetta fari bara 2-1 Chelsea og það er eðalega þetta en í anskotin, þetta hlýtur á þetta Æja, fyrir mig næsta stráka, það er stórleikurinn, það er Sörens draumur Köllum við þennan City Newcastle Hann var að Þeir dreyma Sendi þetta okkur 2-0 sem sagt í morgun ég skal bara skilaboð. lesa sem hann Já, sendi Þetta var mjög áhugavert Við vorum allir en vaknaðir svona þegar menn hlusta á það þá eins og ég sagði við hann, það er hérna En ég sko ber við þegar maður er búin að þú veist, þegar maður lúlar alltaf í 12-14 tíma þá dreyma, þið vitið alveg hvernig þetta er sérstaklega er búin að vera á fyllir í og svona Já, já. ég vil sofa eins lengur þá vera draumarnir alltaf rugglegar en þegar fyrir okkur sem sofum bara 60 tíma á nótti þá er okkur ekki að dreyma eitthvað svakalega mikið. Komdu með þetta En hann náttúrulega er í þessa 12 tíma sína að lúla og hann segir sko, það er ekki oft sem er dreymi fótboltaúslit en það gerðist í nótt 0-2 í City vs Newcastle Þetta er náttúrulega hann segir samt ekki í fréttinni klukkan hvað hann dreymi að svona Nei, cirka heldur nei, hann sko nei. En hvað er korrekt skor, þú veist og maður verður alltaf að setja nokkar evrur á að þú veist, þetta er draumur og við náttúrulega berum við ykkur fyrir því þú veist og það svo segir hann, þið gera það sem viljið við þessar upplýsingar Mér finnst erfitt að sleppa þessu og allir sem er að horfa, þið getið líka gert sem þið viljið við þetta Það er bara eins og alltaf, menn með að gera sér en draumar getur orðað að veruleika Það er 44 móti einum að þetta fari 2-0 fyrir Newcastle Já. Ég set 5 evrur á þetta Já, 10 eurur, þá fyrir 440 eurur Það er bara flott Strákar, þetta gæti gerst eru þið komnir á slappið nýja samfélagsmiðlin? Nei, Spyr Hafþór Oddsson. ég sá þetta í kvöldfréttum slappið Ég er ekki mættu hér til að lusta á drauma, segir Jón Skar Nei, ekki við heldur Við erum neittir í þetta Klárið sitt í Newcastle, Mækari, hvernig þróast þetta? 3-1 City Já, þú fer bara Já, beint í það ég veit ekkert hvernig þetta þróast þeir skora, Newcastle jafnar Já, og verður 1-1 í hálfleik já, þannig að það er over 1,5 í fyrra hálfleik Já. og over 1,5 svo bara mæta er í setna hálfleik gera 2 mörg og Newcastle var að spila í vikunni í Champions League Jú, jú. reyndar auðveldan leik en Auðveldasti leikur sem þurft samt að spila ferðast samt að ferðast já, í ríkalegt ferðalag Já, Ríkalegt ferðalag og það er bara allt undir á City Newcastle er í FA Cup en þá er það ekki Já, strákar, þið eru með þetta ekki þú segja á það hjá mig, mannstu það ekkert eru þeir í FA Cup? Já, unnu Aston Villa Já, nú FA Cup. síðast Já, unnarst og vilja, já, einmitt En City er og líka er í komnir Champions League Er að mæta síðan líka sitt Já, í já, já, Newcastle FA sitt í FA-byggarnum Já, líka í Já, mars. einmitt, það er á heimalli Newcastle Já. City er líka komnir í það sem þau vilja akkurat vera Rétt og eftir Já, 2-3 já, stig já. og eins og hýr Og verða bara að vinna þetta. Verða að vinna, þeir vinna og þetta leik ef þeir vinna hennar leik þá er Tottenham Arsenal eftir að spila brjálu veit pressa það, þeir vinna- þið skallabræði þurfi sammála það en við hérna á kantinum Hvað Ég segir þú? segi sko, leikurinn þróast held ég það, og við erum átt að því líka sko þetta er í enn eitt skipti sem Arsenal er að bjóða sitt í þetta fyrsta seti eða bara í þessa topportu að einhver alvöru viti Já, já. og ég trúi því ekki fyrir en ég teka á því að City sé að fara að klúra því í enn eitt skipti þegar kemur alvöru séns að setja press Það er í vetur þá Já, Já. bara Gott, í vetur gott. og ég held að City sé að fara að mæta gun blazing in að leik og vinna hann 3-0 En þá að gefa, ég gef 100 eurunar í Ef við gerum lok að gera að síðustu halda 100 á evrurnar íslenskuna gefnar í hérna lok nafni. þáttar. Gunblazing, hvað er það? Já, þeir mæta bara með alla ánga Tristir. úti og eru bara Ánga úti vera og trist. Gunblazing, gott Allir ánga úti, ánæða með ykkur Tölum tandur hérna í íslensku Já, það var einhver Bara sem óskaði sigur í eftir því dag þetta og munar fyrir- 2 stigum bæði liðin búið með jafnmarga leiki og eiga eftir að spila á Etihad sko, innbyrðis þannig að þetta er bara City má ekki klúra þessu en Newcastle, en Sören segir 0-2 Geggja hann að leika í kvöld samt Já, bara Þetta er stór geðveikt. tröflað Geggjað tröflað Man er smá svektur samt að enska skulle gera með neitt leiklukan í hátteginu, já Nei, ég Ég er er alveg alveg slagur slakur við í- því slakur í Ég því. næ aldrei þessu leiki Nei, ekki heldur
var alltaf að jafna sér til þennan þátt Já, tekur alltaf smá tíma já. Það er alltaf aðeins Það er annað hjá kannski mér á bollanum en ykkur farið bara beint í næst þetta er volað þægilegt líf sko við erum kannski að fara að gera Þægilegt líf, Við erum að vinna á meðan Bolli bara hugsa um einhvern bjór Við þurfum að fara heima að sjá fjölskyldunar okkar og Ég er að annað fara að keira stelpunum út á Er Söris og heilsuhæli að dreyma segir Hlynur í tjattinu Krista Pallas Wúlstrákar Það er á morgun Já Herri, já, býtu, hann er reynda með bettbildir hann Nafli fyrir þennan leik Newcastle og City og Newcastle og það sem ég sagði var náttúrulega ég ætla að breyta spá minni í 3-1 bæði lið skora í þessu leik Manchester City er að fara að vinna sem menjó mun skora og spjöldin upp þetta er kvöldleikur Já, ég er ánægð með þetta, nú er ég komið tvö bygg sem ég ætla að taka ég er ánægð með þetta Já, ég er ánægð með þetta Þetta lítur mjög Eina sem hræðir leikur mig klukkan 8 á lögatskvöldi hjá mig Spjöldin upp Þetta var geðvægt Förum í Eina sem ég dreymir Söður svona að dreyma svona þær Eina sem ég dreymir þess að dagana er hjammi og spjöld og það eru martraðir en Bolli og rángstöður Bolli og rángstöður Mér er ekki byrjað að dreyma það Ég er ekki sammála Helga Þórs hann segir þetta er barnalegu sig Ég er ekki sammála því Helgi Nei, varst þú ekki með seðlunum daginn sem var risastór og vantaði eina rángstöð öðru megin Það var ég Varst það þú? Það var spjald á líf Þetta var hérna vestamleikurinn Já, eitthvað leikur hann var 7 pikk og vantaði eina rángstöð Já, vestam, einmitt Fengu enga rángstöð Krista Pallas Wolverhampton Wanderers Það er ekki bíó þarna Þarna verðum ekki bíó Nú? Alltaf í bíó Hvað er það að fara að sjá? Nei, ég segja það eftir Já, við erum höldum þessu lindu Þetta var að fólki sé að mæta Kallir að fara að date? Nei, bara með barninu mitt Nú, já Date með barninu mínu Ég beði þér kannski með Við förum fyrir Tottenham Arsenal Já, vel gert Og hérna við tökum þennan í svona símanum síðast ég fór enda með að þar síðast ég fór með henni í bíó þá var ég skammaður Af ykkur fór þetta? Já, einhverju sem var satt þeirri fram aftan mig sko, þegar maður drullaslega hætti í símanum sko. Hvernig höndlar Mike þannig? Þetta er alltaf 3 á lögutum Já. Gerir bara svona? Ég sagði bara, það verður ekki að skipta þér að þessu En við erum samt að þannig sko, þetta er svo stóri salir í dag þá er í bíó Ég er ekki að sita bara ekki staðast til hlið Nei, og hvað, þetta trublaði mannskinn ekki neitt sko. En þetta Krista Pallas Wúls, þetta er aftur þetta er ekki Hann er náttúrulega Þetta er síndveðin ekki gefið Er þetta klassagildran? Já Ég fann að halda það En hann fekk ekki rauðarspjaldi í gær, klassnerinn Þeir voru spáðið að reka hann En þeir viti alveg að þeir vinna ekki hennar leik þá er hann rekin eftir leik sko. En hvað vilja leikmenn? Er hann vinsæll í hópnum með það? Nei, ég held að sé alveg vinsætlega málur Hann er bara held ég að fara að hætta í vor Þetta er bara komið eitthvað tómt rugg Sáu þennan Evrópuleik Nei, ég verum ekki það rugglega Nei, ég var að Móti hverjum? Hvað hefur ekkert að gera í þessu? Zlatan Mostar Býtu, útskýr eitt fyrir mér Það er engin gæi sem að ég sé mikið á samfélagsmiðlum eins og þú veist eitthvað í Borganes eitthvað vantalega fyrir einhverja miljón og svo í Hafnarfirði og svo ertu alltaf með Evu og svo ertu með þátt þarna með kvennabósanum og svo ertu með hitt og þetta Þannig að ert út allt og bara vel gert og öruglega með einhverjar 7-8 miljónur á mánuði Herðu, en svona er það að horfa okkur einast á fótboltaleik líka Og að lifta og hjóla með Nei, við skulum setja lásinn þar 10 sekundna sen fyrir En stóri hver horfir á sambandsdeildina Ég var bara með þetta í gangi Crystal Palace Já, ég var að Með eitthvað 20 stefrur á þessu til að þrönga í gegn Ég ætla að sjá minn mann Hann hefur lagt Borgarnes undir Ég ætla að sjá Brennan Johnson skora þarna Ég var að fylgjast með þessu og vona það myndi nú En þeir gáta ekkert í leik Ekki neitt Ég var málið það, ég lendi inn okkur spjalli hjá okkur Crystal Palace á Twitter Lendur á spjalli líka Ég var bara að skoða Twitter og þá voru þeir bara hrauna við Brennan Johnson þannig ég sagði, ég var að fylgjast með einu leik er hann alveg svona, er hann bara gjörsamlega búinn en hann var hræðilur og gjörsamlega hræðilur En þetta var útileikur eða ekki, þeir fara alltaf áfram Jú, það er bara alveg klart Já, það er svona eitthvað undir En þeir eru bara ömulegir Ég finnst bara líka þegar maður sér þessa leiki í þessu löndum hann sem eru bara, þú veist þetta er svo mikið, þetta er svo grátt allt þessi leikir verða svo erfiðir þetta verður svo erfitt að mótivera sig held í þessa leiki Sá er líka grassið hjá Brann Gerfugrassið þar, það var hræðilegt Ég held að bæðilegin skora í þessu leik Ég er ekki við sem Crystal Palace vinnina leik og Það er freistandi að fara í Wolves dró sko Og það er svolítið skrítið að þeir gefa honum sensin áfram Hann er ennþá að bjarga sér á bikarmeistillinum í fyrra og svo samfélagsgjöldin en þeir selja bestu menna frá honum, hann er að hætta, það er allt í rugleðana og það kemur ekkert óvart að úrlátum myndi stilu sig. Ég held að þetta fari jafntefli og Toulouse skori.
Og Tolu skori En er þetta ekki Strand Framherjinn Larsen hjá- eins og framherjinn Tjatti var að hjá segja? Wolves. Er þetta ekki Strand Mér Larsen? leitar líst mjög vel á 2,2 að Wolves tapi sem leik ekki Nei, ég Ekki Strand tala- Larsen var að koma frá úlvonum Ég segi, er þetta ekki ekta leikur sem að Jú, jú. skora? Já, hann skorar Hvað er stöðullin á það, Strand Larsen? Það getur ekki verið mjög hár Úlfar er taka þennan eftir svekkandi jættibli miðri viku, segir Tomsik Já. Ótt stjættinu 2,35 Það var satt Vel bóðið Já, hann skorar Ég fer í þetta með Wolves En Þetta Tolu. förum við aftur í gamla En senterinn minn maður Tolu Tolu Hvernig berðu fram Með hana í reymir Changwa? Hann er nú ekki eins og þarna á þessu sko Það er ólíklegt. Er hann í einhverju öðru liði? eða? Já, hann er í Wolves Já, hann er ekki sem búið upp á Það hann brjótu við sjónarpið þegar hann skorar Mike Eða bara sendum græs að skila på og skomum hann Grassi græði þetta Strákar, Nottingham Forest, Liverpool Balli, Herðu, þú varst með bettbildir á þennan, kíkjum bara strax á hann á, ég hef mikla trú. Herðu, ég kom í nýjung þarna fyrir strákana. Nei, herðu, strákar, kom inn í þetta með opnum hug. Liverpool vinnur hann leik, alltaf. Liverpool fær samt á sig marki í þessu leik. Ekki strákar. Nei, ég sagði þetta ekki, sorry Já, koma Það var ferskir inn. leiðileg orka Fjöldi marka, alltaf yfir Já, ég er alveg, 2,5. mér finnst það fýtt sitt Og bara, Cody Gagbo. Þetta síðasta. Cody Gagbo. Hlustum á hann. Ef hann spilar í þessu leik, þá Já. skorar hann ekki. En hann skýtur svona 3 sinnum í helvíti stöngina. Ég skil hvað áttu að hugsa núna En hafið þið séð þetta áður? Þetta er skemmt. Ég er gaman að Ég sé þetta, já, þetta er Maður er gaman að skemmtilegt þessu Þetta er ekkert svo ólíklegt. Það getur komið skot í stöngina hvenær sem er í leiknum sko Þetta er ekkit endilega Liverpool að skjóta stöngina Jú, Liverpool Liverpool to happen Erðu, hverjir verða að skjóta markið? Ekki hjá mig. Nei, ok, þetta er nýtt og alltaf eitthvað sem er nýtt Það er erfitt fyrir marga Fyrir ykkur tvo er það erfitt. Ég ætla að halda með þér í þessu bolti. En setjum gæjan Þessi er að fara að detta. Setjum gæjan aðeins niður á jörðina Fyrir leikurinn fór 0-3 fyrir Forest sko Já, en það er bara KO Já, en það er bara annar dagur í dag. Bollarinn fær rótök Það er aldrei sami dag Bollarinn fær rótök En málið er að það er ár eldhersins og ég veit bara mínu menni eru í svona andlegum efnum eins og ég og þeir eru að fara að eiga ára svo Herðu, hann er búin að taka 1 leik og vann 0-3 á móti bara Fenerbahce Á útveg sem er komið með sko kongin Kanti á miðjuna Já, já. og geta leikt sér að gema Fred á bekkunum Gundósi hérna á miðinu líka 3-0 útvelli, hann tók við þeim þetta verður mjög erfið leikur fyrir Liverpool En Liverpool ég veit ekki á hverju Liverpool á að vinna hennar leik út af þeir eru með englandsmeistarar með betra lið. Þeir eru Liverpool. þú varst ekki að segja það er ekki dagur en í gær Ha? það er komið nýr dagur, varst ekki að segja það rétt á hann er það ekki sama með englandsmeistaratitil Jú. Strákar, þið tveir Helgi Tórs, hann segir hérna saman Já. og það er reyndar á naflan ég sem held að segja hérna að naflan væri barnalegur en guð minn góð Málið er að, þú veist, ég er bara stend keikum með þessu seðli og þetta að þú hitti Woodwork bara mæli já, með ég að held að kíkja það geta alveg gerst Ég ætla að elda henni selbolli og ég held að hann detti og við horfum á hana saman þennan leik. Já, ég ætla að breyta honum, ég setja 1 x á Forest yfir 2,5 mark og Liverpool þú hittu Woodwork Ég ætla að bjóða Þú þér hitti- í lasagna Liverpool þú hittu, ég ætla að hafa selina eins ég ætla að setja 1 x á Kaldan. ég setja 1 x á Forest í staðin fyrir að Liverpool vinni Já, er það? Já. Nei, ok, nafli Forest er bara í hörku fallbárið að við verðum að koma á grimmir í hennar leik Ég er hrifin að þessu seðli, Já. ég held að Liverpool vinna hennar leik 1-2 Já, ég held alltaf X-leikur sér Arnar stútvöldur af evrum frá okkur við ætlum að gefa síðustu evrum En þú veist, við erum svolítið one trick ponies í þetta Við kunum spáum alltaf Liverpool síri ég er ekki að spá þessi Nei, ég var byrjaðar að spá jafnteflum og tapi og það Nei, þú varst ekki raungerist- byrjaður á því. Jú, Nei. Eittina, Nei. Stráka eittina, jú, það er reynda að byrja það Eittina, hvað einu sinni það? 1.85 Takk, á pabbi. Móti Liverpool City. 1.85 á Liverpool 1.87 á Aston Villa Já, saman Já, mér finnst það bara ágætt Já, það er það Já, og svo er líka eitthvað Arsenal gleitt 60-70 sko já, ég veist það Förum við næst síðasta leikinn á sunnudaginn það er Sunderland Fulham og já, þetta er ef eitthvað að 50-50 leikur þá er þessi þess að setja ég aftöfla þennan í baróttunum bröðið þar sem Já, ég gengur ekkit sérstaklega vel Nei, þetta sé verður að fara í aftöfli annars er ég bara í slæm mól nafli, þetta er jafnleiðslikt Nei, þetta er það ekki Sunderland er að fara að vinna hennar leik 2-0 Já. Fulham er ekki heldur hreinu í síðustu 10 leikum og Sunderland skora 2 í grillaðum og taka stíðin þrjú Það er alveg stuðl á það.
Það hlýtur að vera Það örugglega 7-6 stuðul Í hvað? Mínus 2 Mínus 1,5 Ég Megum við sjá það, hvað er mínus 1,5? Mínus 1,5 á Söndaland En málir ég náttúrulega bara í þeirri stöðu í þessari barátur bröð að ég verða að finna einhverja stuðla Já og þess vegna setti ég jafntefli á þennan Þú ert búin að mála út í hot Ég er búin að mála mig vel út í hótt Hjá mig, eða pabbi Má 6 stuðul má ég gefa evrur? 6,02 Þetta gæti alveg fyrir 300 söndi Ég er sammálun nafnum, ég dullir í sammálunum í dag Já, að ég að Söndaland, þeir taka svona dýfurinn á milli en svo Já. komaði bara og eru góðir og þeir eru alveg miklu líklegir einhvern veginn Já, herðu, það er Vinni eitthvað Er þetta að fá reynd hvaða mann nafli var að tala í Wolves? Já, bara Tólu sem er hérna, hann er prediktað með þess að frammi og ég er með hann í fantasy-leginu mínu Þér hefur reynt þetta? Nei, Tólu Okkur er hann ekki inn á Arakodari Já, þetta er Arakodari Það getur verið að hann sé hann getur verið að sé kallar eitthvað annað sko. Já, hann er alltaf skráður Tólu í fantasy og já Þetta er flott Hjá mig, má ég gefa evrur? en þessi Arakotari á Ætla að sé kannski farið ekki aftur í leikinn. Arkotari á hérna þú voru að þekkja nöfnin og mönnunum Hvað myndir, heitir hann ekki Tólu? Jó, þetta er Arakotari Hann heitir líka Tólu. Tólu Arakodari, strákar Við erum ekki að fara að rífast inn Hann er ekki inni Hann er bara ekki inni Nei. Grassið það bara Saman græði hvort hann heitir Tólu, En það er Arkotari alveg tími til að eða setja hann Bolli inn Grassið er greið á fullu núna að setja Já, já, hann við inn. erum ekkert Þetta er að langt nafn keep sem up- þarf að skrifa Kemur fyrir Þannig að það er heldur að sé bara að skrifa þetta sjálfur eða? Já, hann er að skrifa þetta Já, hann er ekki þannig Nei. Þetta er hann áfært skora þrennu Herðu, Bolli, þú varst að ætla að gefa ykkur frændaðinum ykkur Herðu, evrur núna Það Það er alltaf að gefa Thomas Steindors evrur hann er bara að taka það með sér er 100 evrur á Thomas Steindors Hann er undir nafninu Hlynur Orri sé með bara í vasan Hlynur Orri fara erfur Hann tekur Bolli Bonnie Blúmúfuna þegar þessi dettur og hann segir þegar þessi dettur og Hlynur Orri hann stendur við bollanum í genið súrt og sætt og ég elskar hann á hanga 100 evrur og Bonnie Blúmúfan hún kom aldrei þegar hún var tekin úr sölu Það borgaði nokkuð eitthvað gamla skuldir í gegnum okkur Nei, hérna, þú veist, nei, þannig að nei, þú- Já, skilur við við Ég skildi alla skuldir eftir í 2025 Bolli er að selja auglýsingar bara Já Þetta er gott Stráka, þannig að við erum nokkur svona á því að þetta verði ég þarf þetta helvítis jafntefli fyrir ekki Sunderland, orðbræðið Fulham. en ég er sammálunum með vöndum okkur. Söndaland já, vöndum okkur, sorry Fulham hafa verið fín undanfærið en Söndaland eru bara ef Söndaland kemst yfir í þessu leik það sem ég er að vonast til að komi óendur 0-1 Fulham og svo jafnir Söndaland ég er að horfa á það en ef Söndaland kemst yfir þá held ég er vinni Sammála því Svo er þetta leikur sem ekki bara Fulham getur bara unni 0-1 þetta er bara Þessi svona- algjör 50-50 leikur þetta er algjörðu til Agalög leikur þetta er 60-40 Söndaland Strákar, við erum farin í loka leikin á sunnudeginum, það er stórleikurinn Tottenham, en setja Tottenham á sunnudagsleikin og Mér finnst stórleikina þetta fáralegu stuð Tottenham Arsenal var stórleikur Sorry, ég ætla að segja eitt ég skil ekki alveg eitt, þeir eru að bjóða sko 6,08 Já. á heimasigur Tottenham Í New Manager Bounce nú manager bounce og hefði séð gaurinni viðtúrum hefur þú séð ferilina sem þjálfara ég sendi þér það daginn byrjum með einu hefði séð viðtúrunas þetta er bara veist, hvernig líst þið, er ekki gaman eitthvað svona, líst þið ekki verða þetta? Nei, þetta er ekkert gaman, þetta er vinna ég er bara að fara að vinna ég er bara búin að bretta upp ermennar Serious business þetta er bara serious business, hann er þessi gaur Hann er bara svo ég hef bara ekki séð svona orku þarna er sko Thomas Frank og eins og Laufblað Já hann er bara eins og Argentín steik hliðin á Thomas Frank þetta er svakar Og eitt hérna fyrir þig Igor Tudor hefur unnið Tudor. fyrsta leikin í síðustu 5 liðum sem hann hefur tekið þetta er tölfræði sem ég vil Þetta er heyra helviti stölfræð þetta er tölfræði sem ég vil heyra Já En það er ég búin að setja á Tottenham Dró sko ég get bara sagt Tottenham á heimaðalli Já Býtu Hjá mig, lest þetta fyrir okkur þetta er rosalegt Fyrir ég þá skal sem eru viðkynna í- það eru hlusta í Eruð hlaðvarpi. í Já. 18 Tottenham er Sjáðu fant- sjáðu bíða aðeins fant- östuð já. Tottenham er búin að spila 13 leiki á heimaðalli búin að vinna 2 gera 4 ettifli og tapa 7 með orkuna 16 át sjáðu fantasy vörnina mína og markmannin hvað er það? Þú voru að það segja er Raya, það er Saliba, Timber Já. Sko Tottenham er ekkert að fara að skora í þessu leik sko já. ég fekk grjótarðurinn í fantasy helgina með þessa vörn Ég get sagt ykkur það strákar ekki verið í sjokki 18:30 á sundaginn Ég held ég opna þegar svona þessi dettur ég opna svona 4 kampavinn og drekkar allar einn með Tottenham vinnur Ég er sammála en það bara er ekki að vera að gerast, ég þarf ekki svona að kaupa þau sko. Nei. en að ég samt að segja ykkur eitt ég er hrættur þetta
bara 1-1 Nei, það er einhver Vond úrslit Það er fyrir einhver, báða. það er svo Vond margt úrslit fyrir Það er báða. samt svo margt í nýr manager í fyrsta leik Stafar, eru þið með sem ég sendi á tjattin ég er bara að Arsenal að eyða djóka. myndinni ég Arsenal að sendi á djóka. tjattin daginn Ígor Það er allt Tudor með þessu Ítalsmáli. ferilans Já, ég var að sá það ég bara var að eyða myndinu orð í vikunni ég sjá hvað strákandi finna þetta eru svo klárar að finna Já, ég veit alveg að fyrirlan hans ekkit ég ætla að leifa bara hlustendum að sjá það Já, leifa hlustundum að sjá það Hlustundu get ekki séð hlustendum, jú þeir hlusta á það í podcastinu minnum á það, þetta er í podcasti líka Já, og, nei fyrir ekki hvað Easy segir maður, vinn á Tottenham Áhorfendur. Hjálpa Arsenal að fyrirgefðu. landa öðru sætinu 6 á Tottenham, Elon Musk money Ég tek hann með bros og verð, segir Jón Skarp eitthvað sem hjá mig elskar meira en Newman's Pounds Þetta er allt einhvern veginn Það er rosa allt með þessu. Þú voru líka að segja Það verður nýtt tífó Svona stórt á Tottenham Já. vellinum Glænýtt Þetta á eftir að vera eitthvað bylting sko. Því eftir að verða bara en byrja, eigum við kannski bara frekar að fara í það aðeins og borðlega nafnlega þið flettuð upp ef Arsenal vinnur hennar leik sem er alveg nokkuð góða líkur á hver er þá staða Tottenham í þessari deild? Já, hún er Erum við að fara að sitja hérna 20. ágúst á næsta ári þurfum við að byrja strákar hjamma.net á næsta ári fyrr út af því við þurfum að taka Champions í deildina líka og hún byrja kannski 2 vikum fyrr þurfum við að gera það Það er því nú okkur líkt Mike að við erum kallaðir í meiri vinnu út af því að hann er búin að drullla okkur í fyrstu Já, alltaf veru einhvern veginn bætt við álæði Ég ætla að fá bara korrekt skor, Bolli Hvernig fyrir þessu leikur? Korrekt skor Þessi leikur heldur á mig að segja bolli Þessi leikur fer út að það er allt með Tottenham það er ekkert með Arsenal það er bara ég finn þetta í kosmos Tottenham vinna leikin Tottenham vinna leikinn. Þið vitið það nú vel Þið vitið það nú vel hvernig fyrir leikurinn? 2-1 fyrir Tottenham 2-1 Tottenham 0-2 fyrir Arsenal Já, því ég var að reyna að selja mér það að Tottenham myndi vinna þennan leik en svona ef ég rúllaði þessu í haustum á mér og svona hvernig þetta er að fara að vera þá sé ég bara ekki fyrir mér Tottenham að vinna þennan leik af hverju á Tottenham að vinna hann leik? Ég er bara, þú veist, New Manager Bounce ég hef miklu trú Newman's á Bounce á heimavelli Arsenal er að tjóka heimaöllun er Tottenham búin að vera svona góður? Nei, Ég held að Arsenal sé að fara að haldra í gegnum hennar leik 0-1 Já, þetta var áhugavert greining á þessu leikstráka stórleikur sunnudagsins Þetta verður Forrest algjör vinnur veisla. Liverpool óvænt 1-0 Vestham, hvað voru að tala um þar? Þeir vinna Bournemouth 2-1 Tottenham tapar, þá voru þið 2 stigum frá fallseti Já, og er í 17. seti Sástu vitina, hann var spurður að því Ígor Tudor rafgeimur eins og ég kalla hann Hann var spurður að því hérna heldur á Tottenham falli Ha, nei, 100% ekki Nei, Já, en það, 100% ég trúðu mér ég verð brjálaður á Tottenham fellur sko. Já, við erum þeir ekki- mega náttúrulega ekki falla það er fallegt Það er með ekki falli Þeir vita- en það eru fínar líkur á því sorry, Akkur má Tottenham ekki falla frekar en einhver annar Ég vil hafa Tottenham á dildinni. Ríkat fyrir deildina ég er gammal Skiptir ég er gammal engu- Tottenham maður Það sko. skiptir Já, já. engum máli fyrir ég var deildina náttúrulega hvort að Tottenham maður sé þannig að ég var 10-11 ára sko. Tottenham fellur segir Jón Skarp það er gaman að ég skarpar hann Alltaf hjá mig að flytja út og stíða við baki Já. sjálfsög beint út fer aftur ennsku skólan Já, Oxford Herðu, sjá þetta, blandi póka Bæðinu skora þetta er Og hérna bollanum. þessi er svona aðeins öðru sig Everton Manchester United bæðinu skora, já Já. Tottenham, fyrsta spjaldið af því að new manager þeir mæta harðirinn þeir ætla Brilliant, að negla Arsenal brilliant. Þetta þeir er- fá alltaf fyrsta spil Þetta er brilliant Já, takk fyrir. 8,04 og svo er það bara hlýtur að koma að því Praise it, Bolli Mohamed Salah Strákar, maður elskar hann er ekki fyrir betra maður sér opnum börni sín búin að læra heima opnum marki Er svo það fjórum Salah sinnum skorið, leik. eða? Herðu, hann bara Já, verður að fara að nýta já, þessi fyrir já. það dettur þess Já, ekki herðu, bara blessið 8-0-4, takk pabbi Já, þetta var vel gert Gamli maðurinn að fara að skora sig í bollin Já, það er þannig Það var nú ekki Hafþór Oddsson 2,8 á stuðul og Sala fyrir nú einhverjum árum síðan Nei, Strákar, Hafþór Oddsson segir það væri samt alveg gaman fyrir hjemma að fara á Oxford Tottenham í deildarleikunastari Ég skal viðkynna það, já hitta þá ítölsku, var hann ekki Ég er nú ítölsku bara þannig Ítölsk kæristu Everton, Manchester United strákar þetta er loka leikur en byrju Tottenham Arsenal hvað er á bettbildur á það? Það er engin bettbildir Það bara voru ekki með bettbildur á Tottenham Arsenal? Við tökum hann þú að taka hann sjálfur? Já, ég ætla að taka hann 2 í lokin Já. og ætla að taka núna Everton Manchester United og það er loka leikurinn Svo gerum við eitt bettbildir hérna live til sínum Við töpuðum alltaf 0-1 á heimaðalli sem Já, já, að ég var- mögulega hendi titlinu frá okkur þetta árið Ég var á vellinum Já, helst naflinu á vellinum einum fleiri í 80 mínútur Já, og það var einn töpuðum lélegasti leikur sem ég 0-1 nú Það var bara upplifði. ömulegur Það var leikur og ekki- Amorinn að gefa reikindi þann leik Já. er ég ennþá að berja hausnum í veggjum Sammála því og að naflin
verður sennilega sendur næst þarna 2031 Ég er eitthvað að skoða að fara Nei, þú ert ekki að skoða það, þú ert ekki að fara eitt eða neitt Við erum að fara að hefna Já, sammála því Er það ekki nafni? Jú, við erum að fara að mæta með stórun hífana Við erum að fara bara í stríð til Everton og ég heldur við erum búin að fara yfir heimavöllinu Everton þetta er ekki sami heimavöllinu þeir eru að vera lélegir á heimavölli út af því að þeir eru eigingan heimavöll þetta verður ekki orðin heimavölli við svona 2 ár þetta er ekki ennþá komið á Hjamma hann er ekki ennþá heimavöll eftir Vætartlein þetta tekur tíma, kannski full langur tími á Tottenham en þetta er bara þannig á Everton United er að fara að mæta reiði til leiks eftir þetta jafntefli í síðustu umferð við erum búin að fá góða pásu núna Harry Maguire er búin að koma til Íslands hlaða batteríin hitta Gilsaran og nú eru þeir orðin bestu vinnir þannig að United er að fara að vinna hennar leik svona 3-0 Harry skori ekki, hvað er betur heldur en að vera bestu vinnu Gilsarans sérstaklega út frægur Gilsarinn elskar svona fræga Þetta er lesnasta 22 jafntefli umferðarinnar Er Hjammin búin að sættast í Tyrkjan geðu frá Oxford tímunum? Já, ég er alveg búin að sættast í það Það var helviti harðum að sí Þetta eru menn sem eru að horfa á alla þætti Þetta var í miðjum þriðastætti Þetta eru kongar á núti Ég held að þessi leikur fara alltaf jafntefli Þetta er svona alveg típiskur 2-2 leikur Stráka, ég get sagt ykkur eitt að ef þú tekur United, Liverpool og Aston Villa þá komin yfir 6 í stuðul Allt er að taka sér svona því komin í 8 tæplega 8 Þetta er svona eins og bólaseðli minn 7,5 kannski Þetta er svolítið svona 7,5 Það er ekkit skemmtilega þegar bólaseðlinn dettur Það getur ímislegt en þú tekur aldrei Arsenal í þess að selja Nei, aldrei nokkuð En ég ætla að fara auðvitað ég ætla að gera eitt backbuilder hérna í beinni Ég var með eitthvað á þessum Sjá backbuilderinn frá Mike fyrst á United Bara United vinnurinn að leik United vinnur yfir 1,5 mörg og Kieran Dewsbury Hall 1+ skot á markið Já, og það er bara alveg stuðull Hann er góður Já, bara alveg stuðull Ég prófaði að gera auðmikjarnan Amat eða einhvern sem ég þól ekki og í staðin fyrir Dewsbury Hall þá fekk ég bara 3 eitthvað í stuðul Amat á alla virðingu skilið eftir að fleigði Liverpool út úr byggandum hérna í undanúrslitum Já, ég bara get ekki eins og Bátli sér það kemur dagur, það kemur alltaf nýr dagur Mér er hann persónulega bara lélegast í leikmaður Manchester United en ok, ég fíla hvað hann er alltaf áræðin og sækin á varnarmenn en bara, ég bara setti það að ganni að því mér þetta svo góður stuðul því að United bara vinni yfir 1,5 mark það er bara 2-20 eða eitthvað sko til 25, svo bara, herðu 1 skotur á Dewsbury Hall, hætturast að mann Everton fór þetta upp í 6 Backbuilderinn er Manchester United vinnur yfir 1,5 fjöldamarka 1+ Kieran Dewsbury Hall skot á mark 6 í stuðul bara solid Það er gamla góða 6-an Herðu, sjáu þetta Bullish draumur Sjáu þessa góðra Sjáu, þetta er með 99,7 Þetta eru villingarnir, þetta er með 2 villingar Annar á lausu, hinn á föstu Og það er City vinnur Chelsea og bæðileg skora Nei Ég fer aldrei svo leis Vítu, Lens vinni AS Monaco Jú, það er alveg góða leikur Como takir Juventus útivelli vorum að ræða þetta rétt í byrjun þáttar Dortmund, Flying High Dortmund vinna Leipzig útivelli Leipzig búin að slappir Já, það Já, þannig, þú veist miðað við svona hvernig þeir voru nú fyrir ekki lengur síðan Atletico Madrid vinna heimaðalli Espanol sem er eiginlega gefið 99,7 Ég síða verra Það er ástæða fyrir að 99,7 hann að segja sko. Ég var bara að segja ykkur á þriðjudaginn það eru 2 lið sem ég bett aldrei á það er Atletico Madrid og Dortmund og þau eru nú bara 1/3 þessu seðli sko. Koma þarf að vinna útivelli Burnley má ekki skora Já, en það er stuðullin 99,7 Monaco var næstu búið að vinna PSG í Champions League sko. Ég tek Bullish draum, mér finnst það góður En þessi gaurar er líka sko, það rugglar og allt svona bull dettur oft í öðum Við höfum séð bara þeir ofta að setja X á handboltaleiki og það eru ofta Þetta getur alveg dóttið Þetta eru heppni gæjar sko. Það segir eitt hérna Hafþór, hann segir hvernig er þetta 99 ætti að vera solid 25 Já, hérna er ykkur mist Eru ykkur mistök að Bullish? Nei, já, Epic hérna Ég held því Strókar höldum áfram að hafa gaman og ég ætla að fara í östut betbuilder á Tottenham Hotspur bara rétt til að sýna ykkur hvernig ég held þetta þróist Þú sem sagt gleymdir og skilaðir ekki betbuilder og ætlar að Nei, alls ekki Ég fer í Tottenham sigur New Manji Bounce, Tottenham sigur Ég fer í yfir
3,5 mörg. Herðu, má ég fara? Klukkan Á þetta ekki að vera 12 bara? Ertu ekki samningurinn til 12? Mækari, Samningur til 12. fyrir virðingu. Sýnum tillitssemi. Bæðileg skora, já að sjálfsögðu, það verður bara þannig. Ferði í spjöldin, Það er spjöldin yfir 2,5. Já, þetta er löngu tökur sem er sko. Það er bara í 7,5 fjöld. Nei, byrju, yfir 3,5 spjöld, já, yfir 3,5 spjöld. Og fyrir áleikur yfir 1,5 mörg. Ha? What? Hvernig getur það gerst? Bæti við spjöldum og lækka stuð. Þetta er eitthvað nýtt hjá Það sleppti svo, farið fyrir áleik. Þetta er bara eitthvað galli. Þetta er galli, já, Farið fyrir þetta er áleik, ángrín sko. farið fyrir áleik yfir 1,5 mörg. Alltaf að fara Já. En fara aftur í spjöldinu og sjá hvað það gerist. Ha? Nei, þetta er bara Jú, galli. Sleppum þessu bara þú tekur þetta á kassan Herðu, þú getur sett yfir 1,5 tóttunarspjöld. Þá hækkar fyrir henni yfir 30. Þeir fá reyndar Nei, það lækkar. Það lækkaði Þetta er eitthvað, það á ekki að vera að lækka. Nei, það er eitthvað rugl í spjöldunum. Það þarf að Grassi skoða þetta. Allavega 29. Já. Ekki þessu Hvernig fyrir þessi leikum þá? 3-2 Tottenham, geta alveg verið. 3-1 Tottenham, rautt spjald Arsenal. Þeir eru að fara að tjóka. Þeir eru að fara að tjóka. Ég kemur ekki úr þá, Tottenham er komið 2-0 yfir í hálfleik. Þetta verður svona brjálu læti og það verður... Já, það verður aldrei 2-0 yfir hálfleik. Ég held að bara þeir fá eitthvað daggir í restina. Það verður rautt spjald á Arsenal. Gerðist eitthvað þegar var slagður inn þarna í fyrra? Það er ár síðan. Ár síðan? Já, það er hausinn farið núna. Var það ekki í hjartað? Já. Og nú er það hausinn. Ég ætla allan að henda á þennan. Bara að taka einn léttan 29 þetta. Hann er að fara heila fræðingu í næstu viku. Sjáu þetta. Gaman að sjá hvernig atvinnumenn setja upp bettbildir. Þeir vita alveg hvað er að gera tjattið sko. Sjá, er bara hægt að fá búliströyminn inn á tjattið. Já, er það ekki kominn? Jú, hann kemur. Búliströym inn á tjattið. Takk. Og gaman líka að sjá að Búli streista þessum bettbildi mikið, eða lögðu 5 eurur á hann. Ánægði með það. Ég held ég kasta hann út síðan bröttið það. Herðu, svo er eitt hérna, og því það nú verið kallað eftir því og ég hef nú gaman að því, að þessi 12-30 leikir og að mækarinn sín ekki hrifin að því. Nei, þeir bara hef ekki verið að það er ekki dottið. Hættu þessu, villisins kóki. Málið er það, við erum með 4 leiki 12-30. Og verður að vera snöggur svo fólk getur náðu þessu. Það er rétt. Vertu, settu tempo í þetta. Hull QPR yfir 2,5 mörg. Hull QPR yfir 2,5 mörg. Það er komið fyrir með næsta leik og það er Stoke Leicester yfir 2,5 spjöld. Yfir 2,5 spjöld. Stoke City Leicester. Þetta er bara algjör. Leicester þeir eru bara pirraðir, Stoke hann í bullandi sjensanna. Þetta verður leikur. Stoke verða að vinna eða ætla að komast í þetta hann top 6. Eða tapa þá eru bara dottnir úti. Svo er það Swansea Bristol City. Þetta er sko Bristol City með betra leið en Swansea. Swansea samt hefur verið þeir hafa verið klókir. En Bristol City aftur ef þeir tapa þá gætu við fjarlægast þetta 7. sæti og þetta er eiginlega top 5 er svolítið að stinga af. Þetta er svolítið hættulegt. Þannig ég ætla að segja X2 á Bristol City. Já. Á móti Swansea. Já. Svo erum við West Bromwich Albion á móti Coventry. Ég horfði á Middlesbrough og Coventry Middlesbrough á síðasta mánudag ég horfði á leik. Middlesbrough er miklu betri. Coventry vann. Middlesbrough er miklu betri. Ég ætla bara að segja mönnum Middlesbrough í dag. Þeir eru með 1,4 eða eitthvað. En þessi West Bromwich Albion þeir hafa ekkert getað að spila. West Bromwich Albion er hræðilir. Alveg hræðilir. Ég ætla að segja samt yfir 2,5 mörg. Þú ætlar að segja það? Já, hvað fáið þetta? Sá klóki. Hvað var fyrsti leikurinn eða hvað var þarna Hull QPR? Já, ekki gleyma að gefa 100 eurunar. Já, við gefum þær. Hvað var Hull QPR? Yfir 2,5. Yfir 2,5 mörg? Já, strákar, 8,41. Hvernig líst þér á þennan, Mike? Hvernig líst þér á þennan, Mike? Ég er að býta þess. Sáttu með það? Ég er búið með hann. Nei, hvað var hérna? Ég er með West Brom, Swansea, Hull og hvað er ekki Stoke? Það stendur hérna. Já, ég sé ekki á það. Hvað er við förum við þetta eftir, Mike. Þú veist þú getur afrita segla. Strákar, þið getur afrita segla. Herru, við erum ekki að fara að hjálpa þér í beinni að veðja. Við erum að gera hérna. Vitlisgangar þetta. Er þetta ekki að byrja? Strákar, 100 eurur. Nei, það er 20 myndir í þetta. 100 eurur, strákar, á lokamannin og það er Helgi Þór sem binnir okkur á að gefa 100 eurur. En Helgi Þór verður þá að lofa að vera að sjá hvað er í okkar garð næsta þetta. Helgi er ekkert neikvæður. Jú, hann var sem skýta kommentin á. Það var barnslegir seðlar. Þetta er svolítið gott hjá strákunum. Sjá hvað það gerði. Brauðið í bland. Þetta er nýtt. Þetta er nýtt. Alltaf gaman, það er nýjung. Hvað líst þú þetta? Ef allir, öll pekkin í brauðinu þetta, þá
Þau hafa öll dottið ykkur manni. Það var eitt skipti, er ekki? Vá, það er svona synd að hafa ekki tekið það ykkur manni. Já. 43,16 í stuðul. Já, ég trú á þessu. Fyrir utan þetta Brauðið í bland. Já, mækarunum í þessu. En það er það langkæsti stuðlinn. Hvað? Jafnteflið? Já, söndilega túla. Strákar, veistlega að vera með ykkur. Bollin er á leiðinni að hella í sig. Nei, þetta verður Við erum fæðilegt. að fara að vinna. Þú ert að fara í bíó Nei, á morgun. á morgun. Ég er að fara í bíó, ég kíkja þessi bíó sumabústað og ég er bara með barnið og það er ekki telt í sig hér. Það er Bara hellinlega stími í apríl. Það er svoleiðis. Eitthvað slags. næs. Naflið, þú ert að senda einhverjum guggum sér í skilabóða fullu. Nei, þetta er Það ekki er bara flott. Hvernig eru þína tippamyndir? Eru það fæðilegar? Hvað? Bolli, þú ert Bolli. Sorry, það er alls í gír í mér. Orka í þessu bolla. Já, hvað er í? Hann er að hvað fara í í þessum kvöld, bolla? sko. Konan er farið vestur eitthvað í Já, viku. það er bara kaldið laus. Já. Rólugur. Já. Konan farið vestur í viku. Já. Álfeima númer. Hvað er konan með eitthvað viðhald að það verið vestar? Nei, hún var foreldrar þar. Hún lígur því að Hún lígur því. Hún var að ljúga öll árin. Þátturinn búin að vera lengri í kantinum í dag. Já. Við sjáum ykkur á skjánum klukkan 14:40 í Dogsson. Já. Þið fylgist með. Ég ætla að horfa. Ég ætla Opna að bauk. horfa. Opna eitt bauk og hafa gaman og gaggrina. Nei, ég gaggrin ekki. Rýna til Hvað, fáið eitthvað alveg leikið? Fáið nú ekkit risaleiki? Alltaf Bara flotti leiki. mjög flotta leiki. Flotta Við erum með helling- Everton? En þetta er fullkomið fyrir Dogsson. Burnley Chelsea á Leeds Og Máni. Nei, ekki Everton. Máni verður með Péturs, já. okkur. Dogsson. Máni Péturs, hann var hjá okkur í brennslunum ger. Sá getur talað. kjaftaði maður. Já. Já, þetta er kongur. Já. Það er náttúrulega harðasti, eða segist er að harðasti lýtsmaður á Íslandi. Já. Þannig farið það yfir með, þið getur farið Við yfir það förum með yfir honum það, eftir. við tökum á grillinum og með það. Þetta er náttúrulega þetta er eitt stór leikþáttur, sko. Er það? Hann veit ekki um þetta lið. Vá. Þetta er eitt stór leikþáttur. Strákar, þetta var frábær lokaorð. Við sjáum ykkur næsta laugardag. Nei, þriðjudag jafnvel. Er ekki þriðjudagurinn? Ég hugsa að vera þriðjudagsþáttur. Er ekki meistaradild? Let's do it.